Ég hérna við Vesturgötuna á Akranesi. Hér íþróttahúsið, hérna hægra megin. Beint fyrir aftan mig nýtt hús. Þetta fimleikahús Akranes. Það verið að vígja það í dag og við kíkjum að sjálfsögðu á vígsluna. Þórdís, innilega til hamingju með þennan frábæra fimleikasal. Takk fyrir kærlega. Þú ert fimleikadrottning, mér ekki ótt að segja það? Drolla, jú. Þú varst að æfa fimleika og ert að þjálfa yfirþjálfari núna. Já. Segðu mér aðeins þegar þú varst að þjálfa, hvernig fór þetta fram þá? Þegar ég var að æfa? Æfa segi ég, já. Þá vorum við hérna hinum megin í Vesturgötunni og þetta var þannig að meiri hlutin af æfingunum fór í það bara að setja fram áhöldin. Að því svo þurftu að vera búin að taka það saman áður en körfuboltinn kom kvöldið. Þannig að, þú veist, maður var alveg bara svona að bera áhöld í 40 mínútur af 2 tíma æfingu og setja upp og svo drífa sig að taka til að því að körfuboltinn var bara hérna bíða eftir okkur. En það var svona, þú veist, það var leiðilegt. Það var leiðilegt að bera áhöld allan, þú veist, bara alla daga. Og það svona kannski, það sem við vorum berjast mest fyrir var að losna við þetta. Iðkendur væri ekki að bera dýnur fram og tilbaka á æfingum. Það var samtidig 2016. Já. Og þá byrjaði svona undirbúningsvinna og ég var eitthvað svona rýnihóp, bara að mæta á fundi sem við vorum svona koma áleiðis það sem var mikilvægt. Og það var svolítið dýrmætt að við fengið að taka þessu mikið þátt í þessu ferli. Af því að það svona hlutir sem að einhver arkitekt ekkert að fara að vita að fimleikafélag þurfi. Og við einmitt fengum að skvísa inn og auka 5 metrum hér og aðeins meiri mýkt í gólfi eða eitthvað svona hlutum. Og sem skiptir máli, þessi 5 metrar ekki bara stækka til að stækka, heldur þetta skiptir máli upp á hlaupabrautir, upp á að geta verið lögleg í keppnum og fleira, eða ekki? Já, við sáum bara fram á að við gætum ekki keppt í húsinu ef að húsið ekki stækkað. Þá sáum við fram á þá erum við alltaf að fara að bera áhöldin okkar yfir í hinn salinn í Vesturgötu til að halda keppni. Og þá meikar engin sens þessi stóra og fína stúka sem við erum að gera hérna. Þannig að þetta svona var samþykkt strax eiginlega. En einmitt að því að við fengum að vera með, þá svona voru svona hlutir sem að koma í ljós sem voru mikilvægir og við fengum í gegn. Og í rauninni erum við bara núna með eitt flottasta fimleikahús landsins, sko. Það út af því hversu margir iðkendur voru þegar eins og þú varst að æfa, létu sig hafa aðstöðuna sem var þá? Það þess vegna sem farið í svona stórkostlega framkvæmt? Það út af bara áhuga iðkenda eða fjölda eða? Ég held að þetta hefur alltaf verið stór og sterkur hópur og mikið af sterkum konum í bara svona fararbroddi þarna og eins og Anna og Erna sem voru með þetta eins og þegar ég var iðkandi og eiginlega bara störtu fimleikafélag Akranes bara að krafti. Það var eitthvað lítil fimleikadeild en það stofnuðu fimleikafélag Akranes. Og já, svona sterkar konur í stjórn og ég man þessi bara að það var að byrja þetta hús þegar ég var að æfa. Þú veist, og við erum að tala 15-20 ár. Þú æfir í eitthvað tíma, svo ferðu beint í að þjálfa eða? Já, ég var að æfa alveg til örugglega 17 ára og þá var þetta þannig að við þurftum alveg að fara í bæinn líka af því hér var ekki aðstaða. Já, þið náðu ekki að gera allt sem að þið... Nei, þú komst bara upp á ákveðið stig og þá þurftur eiginlega bara að fara að leita í bæinn. Já. Og við vorum nokkrar að æfa í Stjörnunni alltaf einu sinni í viku. Og þannig að þetta búið að vera lengi sjá því sem vantar aðstöðu. Þú veist, þetta eru 16 ár síðan. Fimleikafélagi hefur samt alltaf verið mjög stórt og öflugt félag. Algjörlega og bara stór og eins og Sævar sagði áðan þá 2010 vorum við yfir 300 iðkendur. Þannig að og þegar ég var að æfa við vorum alltaf bara, þetta var mjög fjölmennt allan í minningunni sko. Stórt félag. Manstu hvað eru margir iðkendur í dag? Heyrðu, við erum 650. Vá. Og þá erum við ekki að tala inn í, við erum komið með, það er svona markmið okkur að fimleika fyrir alla. Og við erum komið með eldri borgarafimleika, við erum komið með Goldie sem er svona hópur fyrir kempur, svona gamlar fimleikastjörnur og bara þá sem hafa áhuga. Við erum að byrja með pappafimleika og við erum með áhugafimleika fyrir þá sem vil ekki keppa. Við erum með dans, við erum svolítið að drífa úr ykkur. Ég sé að þú ljómar alveg yfir þessu skiljanlega. Þú veist, þetta væntanlega, þetta eru bara jólin fyrir... Já, og bara brenn fyrir þessu og þetta er búið að vera þess að segja, þetta er búið að vera barátta síðan ég var sjálf iðkandi og allir þessi fundir og allt þetta og þegar maður sá þetta gerast, þetta var bara einmitt eins og að fá bara svo óskaðir mest á jólunum, sko. Já, það eiginlega þannig að þetta hús ekki fyrir einhvern þröngan hóp bara þeirra sem eru að æfa og keppa, heldur þetta á eftir að nýtast bara öllu bæjarfélaginu, eða öllum sem vilja. Algjörlega og við viljum vera fimleika fyrir alla. Við viljum ekki vera bara með einhverja afreksstefnu, auðvitað viljum við hafa hana, en við viljum líka vera fimleika fyrir alla. Og við viljum að allir sem hafa áhuga geti komið inn. Og þegar ég byrjaði sem yfirþjálfari þá ákvað ég bara engin biðlistar. Við opnum bara alla hópa og við fjölgum bara þjálfurum. Sem var alveg erfitt af því við vorum að æfa í bílskúr og dalbrautinu sko.
Þannig að þetta var mjög töff. Já, í millibils ástandi. Fyrst Já. voruð þið hérna á Vesturgötunni, svo voruð þið húsnæðislaus í svolítið tíma og fóruð, hvað segir, í bílskúr. En sérst, Vesturgötan var bara sprungin. Við fengum bara ákveðið marga tíma á móti hinum félagunum og það var bara ekki pláss. Þannig að við fengum sérst gömlu aðstöðunni á Dalbrautinni og vorum þar með bara 5-leikasal fyrir eldri iðkendur. En það var náttúrulega bara með takmörku lofthæð og takmörku að gera. En þú veist, við ákveðum samt bara engin biðlistar, allir fá að koma og það er svona, eftir að við komum hingað inn, þá erum við svona að byrja. Við erum að byrja með, þú veist, eins og ég sagði áðan, eldri borgarana, dansinn, Goldís, áhalda og áhuga og erum að byrja með 5 fyrir fatlaða. Þannig að við erum að reyna bara svona tækla alla flóruna, allir sem vilja, þeir eru bara velkomin. Þú ert að þjálfa landsliði líka, landsliðsþjálfari. Já. Og það er að koma hingað og æfa. Já, ég er semst með stúlknalandslið sem er að fara að Evrópumót núna í september og það er í gangi núna úrtökur fyrir það og svo byrjaði að æfa núna í júní og við munum æfa einu sinni í viku hérna og sem er ótrúlega flott líka bara fyrir félagið að landsliðið vilja æfa hjá okkur. Þetta er bara eins og segi flottasta hópfimleikahús landsins og við getum verið ógeðslega stolt og ánægð og bara þetta er geggjað.